prófum þetta svona aftur. Herðu, þannig að við könnumst við blessaða kassa hérna og við erum búin að segja það að ef kassin kyrr eða jöfnur hraða þá heildarkrafturinn 0. Og við verðum að nota þetta lögmál. Við þurfum að finna ýmsa krafta, þannig að til dæmis í þessu tilfelli jörðin að tosa kubbið niður, gólfið að ýta hann móti. Þá þessi tveir kraftar jafn stórir. Ef að einhver að tosa hérna í kassan, það núningskraftur hérna, og ef hluturinn jöfnur hraða þá veit ég að F nún og F tog jafn stórir í því tilfelli. Þið sjáið þess að við erum alltaf að vinna með bara það sem gerist upp og niður eða það sem gerist til hægra og vinstri. En núna erum við að fara í nýtt efni og þá erum við að spyrja okkur hvað gerist ef þú tosar á ská. Og þá tosar hann á ská undir einhverju horni sem ég kalla þeta. Þetta svona O með svona boga í gegnum. Það kallast þeta. Þetta oft bara notað sem tákn fyrir horn. Þannig að hvernig fyrir maður að vinna með þetta? Það verkefni dagsins og það sem við ætlum að gera hérna þó að skoða hornafallajöfnur til þess að komast að því hvernig við getum unnið með þetta. Þessar hornafallajöfnur eru hérna vinstra megin. Það hérna kósinus af þeta aðlæg hlið deilt með langhlið. Stoppum aðeins hérna. Sem sagt, allt þetta hérna gildir með þríhyrninga það sem 1,90 gráðu horn. Kósinus af horni, þá erum við búin að velja okkur ákveðið horn. Til dæmis þetta hérna horn. Og þetta kósinus af þessu horni, það er kos af 65 gráður. Eina sem það segir okkur hlutfallið milli aðlægu hliðinnar, hvað það er löng, og langhliðinnar. Aðlæg hlið, þetta hliðin sem liggur að horninu. Langhlið, það er alltaf bara lengsta hliðin. Hérna með sínus, þá mótlæg hlið og það þá hliðin sem á móti horninu. Þannig ef við erum að vinna með þetta hérna horn, þetta horn, þá þetta aðlæga hliðin og þetta mótlæg hliðin. Þetta er alltaf aðlæga hlið. Ef ég ætla að fara að vinna með þetta hérna horn, þennan litla horn, þá aðlæga hliðin hérna, það þessi hérna hlið, og þetta mótlæga hliðin. Þannig að mótlæg hlið og aðlæga hlið, þetta fer alveg eftir í hvaða horn þú ert að nota. En prófum hérna í þessu dæmi, og þetta verkefni með 320. Prófum að nota þessa eina reglu með kósín og tangens til þess að finna þessa hérna hliðar. Þannig að ég veit hérna þetta horn 65 gráður, ég veit að þessi hlið 5 og síðan veit ég ekkert meira. En núna vil ég finna út þessa langhlið og ég ætla að kalla hana bara C. Þetta verður þá hlið B og þetta hlið A sem ég veit hérna sé 5. Þannig að ég get skrifað hérna, bara skrifaði fyrst regluna, kósinus af þetta, alltaf langbest bara hafa jöfnuna beint fyrir fram sig áður að byrja að setja inn hérna. Kos, hornið 65 gráður. Aðlæga hlið, hliðin sem liggur að horninu, það 5. Það þessi hérna hlið. Langhliðin, það eitthvað sem ég kalla C. Og ég ætla að finna hana út núna. Þannig að ég þarf að einangra C-ið, en C hérna undir striki. Þannig sem ég þarf að gera hérna, ég þarf að margfalda með C hérna megin og margfalda með C hérna megin.
Það sem gerist hérna með séð er að það dettur út og það birtist á hinum megin. Svona. Ok, núna er séð komið upp á strik. Svona. Og séð komið upp á strik. En já, ef ég bakka tilbaka, af því að þetta var úr mynd, ég margfaldaði með sé hérna megin og sé hérna megin og þá fór það hérna datta út hérna hægra megin við samansemmerkið. Núna vil ég losna við þetta kós af 65 gráðum, þannig ég ætla að deila hérna með kós 65 gráður. Það er að gera nákvæmlega sama hinum megin. Og sé verður þá 5 deilt með kós 65. Og þetta er, ég get að reikna þetta út. Þetta er 11,8. Ok, það er auðvelt að gera mistök í þessum útreikningum. En þið geta alltaf svona notað ykkur það vitneskju er að þið geti oft giskað á hvað svarið er. Þið sjá, ef að þessi hlið er 5, þá er þessi hlið kannski 2-fall lengri, cirka bát. Þannig að 11,8 hljóma bara mjög eðlilegt. Ef ég myndi fá út 100, þá er augljóslega eitthvað skrítið á seðinni. Eða ef ég myndi fá minna en 5, þá er líka eitthvað skrítið á seðinni. Ef ég ætla að finna út hornið B hérna, þá myndi ég nota sínus. Þá fyrir ég og gerir sínus 65. Það er mótlæg hlið. Deilt með langhlið. Mótlæg hlið er eitthvað sem B. Langhlið er 11,8. Þetta var 11,83, þetta er nákvæmara. Þetta kemur einfaldara hérna út. Hérna viljum við einangra B-ið og B er upp á striki. Þá þarf ég bara að losna við þessu 11,83 og margfalda hérna með 11,83. Þetta er út. Og ég fá 10,72. Meikar hérna sens. Ef við skrifum bara aðeins hérna, hvað er kós af 65 gráðum? Það er ef ég setja reiknivélina og þá verð ég að nota gráður. Passa ykkur því að þegar þið fara að vinna með kós og sin í reiknivélum ykkar, þá er það reiknivélinar annarkvort stiltar á deg eða rad. Og við erum að fara að nota gráður, þannig að hafa það stilt á deg. Og ef þið fara að nota GeoGebru eða minnstu kosti Excel nota radíana, þannig að þið geta ekki verið að nota Excel í þetta, því það nota radíana því þurfum að breyta radíunum yfir í gráður og svona, smá vesen. En ok, kósinus á 65 gráðum er 0,422. Það þýðir það að hlutfallið milli aðlægu hliðar og langhliðanar er 0,422. Það er að segja aðlæga hliðin er 0,422 af langhliðinni. Það er eina sem þetta kós og sin gerir. Þetta bara segir hlutfallin milli einnar hliðar við aðra hlið. Bara hlutfallin hafa milli. Ég ætla að taka eitt dæmi hérna sem er, þetta var ekki góður þrýtningur hjá mér. Það er svona dæmi. Svo nú er ekki með neitt horn gefið, nú erum við bara með tvær hliðar. En ég ætla að finna þetta hérna horn, að þá er spurningin hvaða jöfn á ég að fara að nota. Það er að segja, maður getur spurt sig hvaða upplýsingar veit ég. Nú ég veit þessa hlið hér 4, ég veit þessa hlið 3, ég veit ekki langhliðina.
Þannig að sem ég vil gera, ég vil nota jöfnuna fyrir tangens. Því tangens á horninu er mótlæg deilt með aðalæg. Ég get hérna að reikna tangens á horninu, þetta er sama sem 4 deilt með 3. Ok, frábært, þá veit ég hvað tangens af þessu er, en hvað er eiginlega hornið? Þannig að til þess að finna hornið þeta, að þá þarf ég að gera tan í -1 af 4/3. Og tan í -1, þið finnið þetta á reiknivélinu ykkar, þetta er beint fyrir ofan tan. Þið þurfum örugglega að ýta á shift fyrst, shift og tan, þá getið þið gert tan í -1. Og þá fáið þið hérna út svarið sem er eitthvað 50 eða 60 gráður, ég veit ekki alveg nokkulega hvað er. Ég nota síma minn til þess að reikna þetta út, þannig að það er svolítið erfitt, ég er notað til að taka upp. En það er þetta tan í -1 hérna, þetta er það sem þið þurfum að átta ykkur á og finna á reiknivélinu ykkar eða símanum ykkar, símaforritinu, hvað þetta er. Tan í -1 eða þá cos í -1 eða sin í -1 eftir í hvað er að nota hverju sinni. Herru, þetta er bara verkefni 3.20, það er það sem þið gerið í framhaldi af að horfa á þetta.